Tileinkaði Heiðrúnu Sigurðardóttur lögreglukonu en hún valdi lagið Kona með Bubba Morthens. Nú við höldum áfram spjallinu en þetta þáttur lögreglufélag Gullbringusýslu. Jóhannes, segjum sem svo að ég hafi áhuga að ganga í lögregluna. Hvert ætti ég að snúa mér og hvaða skilyrðum þyrfti ég uppfylla til að komast inn? Nú, þú þarft að fara til yfirlögregluþjónana og ná þér í umsókn við blað. Nú, til að komast inn í lögregluna þá frumskilyrðið að þú þarft að vera íslenskur ríkisborgari á aldrinum 20-30 ára. Þú þarft að vera þín ráðandi og ekki kunnur að óreiða í fjármálum. Verður að hafa gott mannorð og þekktur að reglu sem ég. Nú, það eru gerðar líkamlegar kröfur til þín. Þú verður að vera minnsta kosti 178 cm hár og sjálfsögðu vel vaxinn og heilbrigður andlega og líkamlega. Góða sjón og heyrn og svona heilbrigður. Nú, síðan eftir að þú tekir inn að þá tekur við vinna í flestum tilvikum í einhvern tíma, mislangan áður en að menn koma að í lögregluskólann og áður en þú fer þar inn að þá þarfst að mæta fyrir sérstaka valnefnd sem að metur það hvort að þú ert talin hæfur til þess að fara í skólann. Ef ég ekki talin hæfur til að fara í skólann, hvað þá? Og þá verður að hætta bara að vinna. Fá þér eitthvað annað að gera. Það ekki svolítið skrítið ef maður fær vinnu annað borð og svo fer maður fyrir eitthvað valnefnd og þá maður kannski útskófað þar? Þetta mikið þetta? Menn sé útskófar í þessari valnefnd eða? Það nú ekki mjög mikið það en kemur samt fyrir alltaf á og til. Á og til, já. Nú, þú sagðir að menn þyrfti að vera á aldrinum milli 20 og 30 ára. Fáið ekki eldri en 30 ára menn, ef maður segir eldri en 30 ára, því þá ekki verið hann að reyna að komast í lögregluna? Nei, það ekki gert ráð fyrir því. Það reiknað með að menn séu á þessum aldri, séu þá á hraustir og hressir og svona til þess fallnir að móta þá í þetta starf. Þannig að það sé ekki orðnir eldri. Hvernig það athugað hvort að menn séu hraustir og hressir? Menn þá sendir í læknisskoðun hjá trúnaðarlækni og síðan fylgir það hjá valnefndinni að fara í þrekpróf og það hefur komið fyrir nokkrum tilfellum að menn hafa fallið á þrekprófinu. Hvar farið þessi próf? Er þetta í Reykjavík eða þetta hjá ykkur hérna? Já, valnefndin starfar í Reykjavík við lögregluskólann og það farið í þrekpróf þar. Nú síðan þetta veigamikill þáttur í námi lögregluskólans, það eru verklegar æfingar og þrekæfingar og slíkt. Það nánast hálft skólastarfið í svoleiðisæfingum, gönguæfingum og ýmsum lögregluæfingum. Hvað þurfa menn að vera lengi í þessum lögregluskóla? Nú, lögregluskólinn hann tvískiptur. Fyrra námskeiðið 2 mánuðir og síðan 6 mánaða skóli í seinna skiptið. Þannig að það má segja að skólinn sé svona eitt venjulegt skólaár. Nú, þar lögð mikil áhersla á íslensku og skýrslugerð, síðan kennd lög og reglugerðir og slysahjálp og vettvangsuppdrættir og ýmislegt fleira. Og íslensku kunnátta sérlega veiga mikil enda menn mikið í því að prenta skýrslur. Það einn aðal þáttur starfsins. Skýrslurnar þurfa helst að vera alveg skotheldar svoleiðis að þær komist klakklaust í gegnum allt dómskerfið. Þannig að þetta svona leiðin til að reyna að komast til lögregluna eins og búin að skýra út hér. Já. Svona helsta. Mikið það að fólk sé að sækja starf í lögreglunni? Það svolítið misjafnt, fer svona eftir hvernig ástandið í þjóðfélaginu. Það koma tíma þegar það nóg af umsækjendum og svo aftur að þá vantar á milli. Eru miklar mannabreytingar innan lögreglunar og getur þú sagt okkur svona hver meðalaldur starfsmanna lögreglunar hér í Keflavík? Þetta hefur verið mjög upp og ofan með mannabreytingar. Við áttum mjög slæmt tímabil fyrir svona 3 árum, 85, að þá voru launakjör mjög döpur hjá okkur og það var til þess að það flosnaði upp á stéttinni mikið af grónum starfsmönnum og stéttin eiginlega rétt svona að jafna sig eftir þetta núna. Þetta hefur kannski verið svona heldur á uppleið með launin og kjörin
og stéttin svona að ná sér. En þetta tekur allt sem tíma þegar að margir hætta sem orðnir grónir og menntaðir í starfinu. Eru hér í Keflavík lögreglumenn þetta mikill meirihluti yngri menn eða? Já, lögreglu í Keflavík mjög ungt og ég hugsa að meðalaldur geti verið 30 ár sem eflaust undir landsmeðaltalinu. Nú við skulum fá lag. Það lag sem að Rúnar Lúðvíksson bað það lagið Another Day með Paul McCartney. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Another day at the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad. Sometimes she feels so sad. Alone in apartment she dwells till the man of her dreams comes to break the spell. Oh, stay, don't stand around. And he comes and he stays, but he leaves the next day. So sad. Sometimes she feels so sad as she posts another letter to the sound of fire. People gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad. Sometimes she feels so sad. Alone in an apartment she dwells till the man of her dreams comes to break the spell. Þetta var lagið Another Day með Paul McCartney en Rúnar Lúðvíksson bað þetta lag. Nú við höldum áfram spjallinu við þetta lögreglufólk sem hér í hljóðstofu minni en við erum að fjalla lögreglufélag Gullbringusýslu og lögreglustarfið almennt. Við langar að beina spurningu til okkar allra núna. Hvernig líkar ykkur lögreglustarfið og hvað var það sem fekk ykkur til að ganga í lögregluna á sínum tíma? Jóhannes, ef þú byrja þér. Já, nú starfið fjölbreytt marga hluti og mér líkar þetta mörg hluti ágætlega. En það væri ég nú alltaf búin að vera í þessu allan þennan tíma öðruvísi. Nú það var aldrei negin árátta í mér að ganga í lögregluna og þetta atvikaðist þannig að ég var atvinnulaus hér skólastrákur og systir mín benti mér á það að það væri verið auglýst eftir fólki í lögregluna og þetta eiginlega upphafið að þessu. Ég vissi nú hvorki hausni spórið á lögreglunni þegar ég gekk í lögregluna. Maður hafði jú séð svona menn en aldrei lent í neinum útistöðum við lögregluna og þekkti bara ekkert inn að þetta. Þetta var þá ekki gamall draumur að rætast hjá þér? Alls ekki. Nú starfar þú sem að rannsókna lögreglumaður. Hvað er frábæður því heldur en að vera svona bara lögregluþjónn? Hver munurinn svona á milli? Munurinn aðalega sá að rannsóknar lögreglan, hún annast framhaldsrannsóknir á málum sem að oft á tíðum koma frá almennu deildinni og frágangi á þeim málum til dómara. Hefur ekki starfað sem lögregluþjónn líka? Jú, ég hef starfað sem lögregluþjónn með eiginpartin af starfsfællinu. Hvort líkaði betur að vera lögregluþjónn eða rannsóknar lögreglumaður? Já, það nú ekki þægilegt að svara þessu svona. Þetta bæði störfin hafa nú sína kosti.
Þetta er mjög ólíkt að mörgu leyti og það má kannski segja að það sé meira líf og fjör í því að vera í almennadeildinni. Maður er meira upp á eigin spýtur í rannsóknardeildinni. Hvað er það sem að skiptir lögreglumönnum sem sagt niður? Þú veist, hverjir eru lögregluþjónar, rannsóknarlögreglumenn? Þarftu að sækja að sér að fá að vera rannsóknarlögreglumaður eða er þetta bara skipað að fara þarna inn í það? Það er ýmist. Það fer eftir í hvernig þetta stendur af sér. Menn þurfa að sækja stöðu í rannsóknarlögreglunni en svo kemur nú upp á líka menn lenda þarna inn í aflýsingarstöður og eru þá beðnir það jafnvel af yfirmönnum. Heiðrún, hvernig líka þér lögreglustarfið og hvað fékk þig til að ganga í lögregluna? Já, ég sinni eins og Jói, ég hafði ekki átt í neinu útistöðum við lögregluna og vissi ekkert hvorki hausins borða á þessu starfi þegar ég sótt það en ég var á leiði þeirri vinnu sem ég var í og langaði að breyta til, sá auglýsing og sótt Í raun og veru bjóst ég nú aldrei við að fá þetta starf en fékk það og er búin að vera lengur heldur en ég ætlaði mér. En þetta starf er mjög gefandi og það getur verið erfitt, átakanlega stundum en þegar maður finnur þakklæti hjá borgarana líka þá borgar það okkur svo margfalt tilbaka allt þetta ömurlega sem við sjáum. Er það oft þegar þið fáið þakklæti frá hinum almenna borgara? Já, ég get ekki neitað því að ofta manni þakka fyrir þetta sem okkur finnst þeirra sjálf. Nú, þú talar að þú hefur ekki átt vonaði kannski að komast gaman draumur rætist þegar að komast til lögregluna eða var þetta bara fyrir algjörða tilvísun? Ég get sagt þér það að það var svo ef einhver hefði sagt það við mér fyrir nokkrum árum og ég ætti eftir að sækja mig lögreglunni þá ég haldi að það var eitthvað skrítinn því að ég veit ekki eins og til þess að sé nokkur einasti lögreglumaður áður en að ég byrjaði sem í minni fjölskyldu. Þannig að þetta hafði aldrei nokkuð til einhver hallað að mér. Nú, Rúnar Lúðvíksson, hvernig líka þér lögreglustarfið og hvað var það sem fekk þig til að ganga í lögregluna á sínum tíma? Og mér hefur líka starfið vel eins og kollegum mínu hérna. Nú, þá var það nú þannig að lögreglumenn sem að störfuðu hér, þeir voru að ganga á milli manna og reyna að fá þá í lögregluna. Reyna að plata þá í lögreglunni sem sömu sögðu. Og það var nú þannig að ég var á þessu tíma 74 starfandi bílstjóri hjá Sérleyfisbifreiða Keflavíkur og þaðan höfðu 2 menn farið í lögregluna og ég var tilbúinn til þess að breyta til, var orðinn þreyttur á akstrinum og var tilbúinn til að breyta til og labbaði mér út á lögreglustöð einn góðviðrisdag. Hitti þar fyrir Tryggva Kristinsson sem að þá starfaði hér sem aðstofar yfirlögregluþjónn. Ég settist inn á skrifstofu hjá honum og fór að biðja hann umsóknar eyðublað og þá baði Tryggvi mig að hinkra augnablik á meðan hann hringdi og ég heyrði að hann talaði við mann og sagði við hann að hérna væri komið maður sem sæti fyrir fram að sig og væri jafnvel tilbúinn að koma í lögregluna hvort hann mætti bara ekki ráða. Hann væri vanur að gangi í einkennisbúningi og hann litist bara af vanninu. Nú Tryggvi var þá að ræða við Alfreð Heitin Gíslason, bæjarfógeta hérna í símann og hann vildi bara, ég byrjaði bara strax. Og það var úr, ég fekk mér hálfsárs frí og fór í lögregluna í hálft ár til að byrja með til pröfu. Og mér líkaði nú ekki mjög vel, satt að segja. Nei, líkaði ekki vel og hætti eftir þetta halva ár. Byrjaði aftur að keyra rútuna en svo kom bakslag í mig og ég fann það að ég gerði mitt vitleysu með að hætta þarna og gerði mitt til þess að komast inn aftur og sem að gekk svo strax þegar ég óskaði eftir því að síðan hefur mér líkað þetta ágætlega og alltaf betur og betur. Þannig þér líkar ég að vera í lögreglunni. Hvernig þið hvað gera núna og hver fær að farið þannig?
Rúnar? Þetta er nú aðalega þá Sérst ekki menn? já, lögreglumenn eru sendir á námskeið til þess að fá að stjórna þessum mótorhjólum okkar hættuleg tæki og það er reynt að velja vel í þetta. Það er auðveldlega hægt að fara sér á voða á þessum tækjum. En með bílana þá er þetta nú í höndum varðstjórana og aðalreglan er nú svo að það eru elstu lögreglumennir sem að eru látnir keyra. Nú hef ég heyrt að... Sem sagt ef að tveir eru saman og annar er eldri hinn að þá er það sá eldri sem er látnir keyra. Það er aðalreglan. Og það er nú sjálfsagt að gefnu tilefni, það er í lögreglustarfinu að þá getur það hent að lögreglumenn þurfa að grípa til þess að keyra og glannanlega og þá er gott að því fyrir varðstjórann að undir stýra lögreglubílnum er vanur maður, maður með stáltaugar, eins og sagt er, og vanur akstri. Ég veit líka að það fari eftir númerum á lögreglubúningunum, það rétt? Kemur það málun eitthvað við það? Já, númerin segja til faktist starfsaldurinn. Sem sagt að sá sem er númer 1, hann er eldri starfsmaður heldur en sá sem er númer 2 og svo framvegis. Borgarinn á að geta séð það. En Jóhannes, hvernig gengur okkur Suðurnesjamönnum að framfylgja lögum? Erum við slæmir í þeim málum eða örstutt kannski því tíminn er að vera? Nei, ég held að Suðurnesjamenn séu bara ágætis fólk upp til hópa og sækist þetta bara vel að... Þannig við framfylgjum lögum eins og góðum mönnum sem er. Já, ég held að við þurfum ekkert að kvarta nýtt yfir okkar borgurum hér. Nú, það er líka þættin því miður, það er alltaf svona þegar maður er komin í spendum tíminn að fljúga frá okkur. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komin, það var gaman að hafa ykkur hérna í viðtali. En ég ætla að gefa ykkur öllum svona loka orð, Rúnar, ef þú myndir byrja því eitthvað að lokum. Já, ég vil þakka þetta tækifæri sem okkur gast að koma hingað og kynna okkar lögreglufélag og lögreglustarfið og ég vona að þetta hafi orðið til þess að ungt og hreist fólk hugsi til hreyfings og sækjum í lögreglunni og gangi í okkar aðrir. Jóhannes. Já, nú mig langar til að færa hér stjórnanda þáttarins, félagsveifin okkar, sem að við erum stoltir af. Þetta er félagsmerkið okkar sem er lögregluhúan sem að myndar stafi félagsins. Gjörðu svo vel, Magnús. Þakka þér kærlega fyrir, Jóhannes. Og Heiðrún, örstutur af þér, lokaorð. Já, ég vil bara þakka fyrir mig. Það var skemmtilegu þáttur og bara ljúkaði þannig. Já, ég þakka ykkur fyrir, við skulum fá síðasta lagi í þættinum en það var lag sem Jóhannes valdi, þetta er Sólarsamba, takk fyrir mig.